Komið þið sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Gestur okkar að þessu sinni Eiríkur Guðnason, seðlabankastjóri, og við ætlum að ræða það sem helst rætt í viðskiptalífinu þessa dagana, sem eru meintur slagur Kaupþings og Seðlabankans hvort Kaupþing megi taka upp evru í bókhaldi sínu. Eiríkur, fólk spyr sig hreinlega, Seðlabankinn í pólitík? Erum við raun að sjá átökum framtíð íslensku krónunar í þessum slagi ykkar og Kaupþings? Fyrir spurningin hvort Seðlabankinn sé í pólitík, ég get svarað henni einfaldlega neitandi. Við höfum reynt að vinna faglega að þessu máli eins vel og við getum. Varðandi framtíð krónunar og hugsanlega upptöku evru, þá það auðvitað mjög stórt mál og þarf að ræða og sjálfsagt að ræða á vettvangi stjórnmála. Það væntanlega málefni þings og þjóðar, ekki Kaupþings. En þakka þér fyrir að bjóða mér að koma hingað og ræða þessi mál, því að okkur hefur þótt fréttaflutningu vera svolítið misvísandi þessi mál núna upp á síðkastið og jafnvel rangur einhverjum leyti, og þess vegna birtum við okkar umsögn sem við skrifum umsókn Kaupþings þegar Kaupþing sækir heimild til ársreikningaskrár að fá að færa bækur sínar í evrum, og þegar þau heyrðu fyrstu fréttir af þessu þá þóttu okkur ástæða til að birta okkar umsögn á netinu, sem við gerðum þó ekki fyrir við fengum heimild til þess frá Kaupþingi. En hvers vegna leggist þið gegn því að Kaupþing fá að gera þetta? Það eitt atriði sem við bendum eiginlega stjórnvöldum á, og okkur þykir ástæða til að gaumgæfa þessi lög sem að gilda ársreikninga. Við tökum eftir því að erlendis, í nágrannalöndum allavega, þá gilda sérákvæði fjármálafyrirtæki. Slík sérákvæði eru ekki í íslensku lögum, og okkur þykir sem sagt ástæða til að athuga það hvort það ætti ekki að vera takmarkandi möguleikar, meiri takmarkanir fyrir fjármálafyrirtæki að færa sig alfarið yfir í erlenda gjaldmiðil en önnur fyrirtæki. Þetta sjónarmið Seðlabankans sem við erum að koma á framfæri við stjórnvöld. En auðvitað getur þetta sjónarmið ekki ráðið afgreiðslunni gagnvart Kaupþingi. Auðvitað hlýtur ársreikningaskrá að skoða lögin og gögnin sem það hefur frá umsækjandanum þegar það afgreiðir þessu umsókn. Og þá í þeim efnum bendum við á að við sjáum ekki í fyrirliggjandi gögnum að Kaupþing uppfylli skilyrði laganna. Við teljum sem þetta rangt sem fram hefur komið í fréttum og verið sagt að Kaupþing uppfylli öll skilyrði laganna. En þá verður Þá eigið þið við að evran sé ekki orðin þeirra aðal mynt og meirihluta mynt í þeirra viðskiptum? Alveg rétt að evran ekki sá gjaldmiðill sem meginhluti viðskiptafélagsins fer fram í, en það auðvitað getur breyst. Og þið eru að gefa því í skyn að það muni breytast með því þegar hollenski bankinn NIBC kemur inn í þeirra eigna samstæðu? Gott að nefna þetta, því að við skýrum frá því mjög greinilega í okkar umsögn að við teljum nauðsynlegt að líta bara á Kaupþing eins og það er núna, eða reyndar í lok þriðja ársfjórðungs í fyrra. En Kaupþing í sinni umsögn telur réttlætanlegt að horfa á samstæðuna eins og hún verður eftir samrunan við hollenska bankan. Sem tók gildi núna 1. janúar? Nei, sá samruni ekki orðin. Nei, það... Hann ekki orðin. Nei. Það er nefnilega grundvallaratriði. En auðvitað breytast umsvif Kaupþing samstæðunar í þessum gjaldmiðli þegar samrunin verður. En ef við skiljum þið rétt að lög, ef þeir myndu uppfylla skilyrðin að evran væri meirihluta mynt hjá þeim, þá gætu þið ekki stöðvað þetta? Þá gætu við ekki stöðvað þetta, og núgildandi lög eru þannig að þá væri eðlilegt að þið fengið þessa heimild ef þið sækjum hana aftur á þeim grundvelli. Þannig að þetta kannski mestalagi spurning 1 ári viðbót frestun? Ég veit það ekki, en við erum að benda á hitt að það þarf að skoða þessi lög og athuga hvort að eigi að gilda eitt og hið saman fjármálafyrirtæki og önnur fyrirtæki. En hvað svona hættulegt við það að Kaupþing fari hvað óttist þið? Já, sko, ef að fjármálafyrirtæki, þau eru nú mjög mikilvægur hlekkur í peningakerfi þjóðarinnar, og við eigum viðskipti við fjármálafyrirtæki í íslensku krónum. Seðlabankinn getur útvegað lausafé í íslensku krónum og stuðlað að greiðslumiðlun í landinu í íslensku krónum. Við getum ekki á sama hátt veitt þjónustu í erlendu gjaldmiðli.
ef að fjármálafyrirtæki, mikilvæg fjármálafyrirtæki fara að stunda megin hluta viðskipta sína í erlendu gjaldmiðli, þá getum við, teljum við allavega nauðsynlegt að athuga hvort að það geti haft slæma áhrif á til dæmis miðlun peningastefnunar, slæma áhrif á markaðina. Íslensk fjármálafyrirtæki eru mjög mikilvæg á hlutabréfamarkaði hér, eins og menn hafa tekið eftir, og það dregur úr vægi þeirra þar í íslensku krónum og þá þynnir það markaðinn og hann þunnur fyrir og það er ekki gott. Það er svona atriði sem margir vilja meina að þeir síður reyna bara verja stöðu og hlutverk Seðlabankans og mikilvæg hans í íslensku efnahagslífi. Það sé undir. Ef Kaupþing fari stærsti bankin og stærsta fyrirtæki landsins, þá segir jafnvel orðin stór spurning hver er framtíð krónunnar og hver er framtíð Seðlabankans? Já, það getur verið undir. Við segjum bara þetta. Það er nauðsynlegt að skoða þessi lög ársreikninga og það er heimildir sem gilda fyrir fyrirtæki til að færa bókhald sitt og Þið eru að hvetja Alþingi til að breyta lögunum og þrengja heimildir banka og fjármálafyrirtækja. Hvetja stjórnvöld til að skoða gaumgæfilega þessi lög. Já. Annað mál inn í þessari umræðu, það er fyrirtæki vilja fá að versla með sín hlutabréf í erlendum myntum, þá einkum evru og talið að Kaupþing vilji svo í framhaldinu stíga það skref. Seðlabanki treystir sér ekki til að gera þetta og verðbréfaskráning Íslands, hún er að leita til Seðlabanka Finnlands. Manni finnst þetta dálítið undarlegt. Akkur þarf að leita til Finnlands, akkur getið þið ekki séð þetta? Þakkaði fyrir að spyrja þetta er mjög gott að framkomi. Það er ekkit undarlegt að verðbréfaskráning leiti til Finnlands, Seðlabanka Finnlands. Staðan er sú í þessu máli, verðbréfaskráning er að undirbúa það að geta veitt þessa þjónustu, geta tekið við á skrá hjá sér hlutabréf í erlendu gjaldmiðli. Reynda bara evru, þeir alltaf hugsa fyrst og fremst evru núna. Það hefur tekið lengri tíma en menn áttu von á og það er ekki við Seðlabanka sakast í þeim efnum. Við höfum eins og að benda á ákvæði laga og ýmis ákvæði sem þurfa að vera í lagi tæknilega til að þetta geti gerst á öruggan hátt. Og sem sagt, þetta hefur tekið lengri tíma en menn vonuðust til en það er unnið að þessu held ég á mjög skilvirkan og markvissan hátt núna. Þú nefnir Seðlabankan Finnlands, er það eitthvað undarlegt að þeir nálgist hann? Nei, það er alls ekkert undarlegt og við höfum ekkert á móti því, síður en svo. Við má nefna dæmi, þá gildi það í Svíþjóð að fyrirtæki þar sum hver með hlutabréf sín í evrum og þegar viðskipti eiga sér stað með þau hlutabréf, þá eru endalok svokölluð, eða lok á viðskiptunum, þau fara fram í gegnum Seðlabankan Finnlands. Heimamynt Seðlabanka Finnlands er evra, hann getur tryggt aðgang að lausufé í evru, það getur Seðlabanki Íslands ekki. Og við erum ekkit sérstakki Seðlabanki að því leyti, við vinnum með heimagjaldmiðlinn, það á við alla Seðlabanka. Maður heyrir þá umræðinu og meðal svo Alþingi í gær, þar sem Valgerður Sverrisdóttir í að því og tengdi þetta persónu Davíðs Oddssonar og fortíð hans gæti truflað. Og ég tek eftir því að þú ert mættur en ekki Davíð Oddsson sem formaður bankastjórnar hingað. Eru það kannski að reyna að skila á milli persónur Davíðs? Er það truflað þessi mál, Davíð Oddsson? Hans persóna? Hvernig menn tengja hann við þetta? Ég skal ekki segja hvort að hans ferill í pólitík hefur haft áhrif á þessi mál en ég get bara fullir það að við vinnum faglega þessu máli eins vel og við getum. Og lakara ef að Valgerður heldur að Davíð sé einn í Seðlabankanum. Það er bara alls ekki svo. En hann hefur nú svarað fyrir hönd bankan í þessu máli á síðasta ári og akkur er hann ekki hérna sem formaður bankastjórnar? Hann er upptekinn oft á tíð. Ég vona að þú hefur ekkert á móti mér. Nei, þú ert ekkert slæmur. En er það að reyna að skilja hann frá þessu, hans persónu kannski? Nei, en annað mál sem bankin hefur líka verið gagnrýndur fyrir. Við höfum verið að sjá núna eitthvað mesta hrun sem orðið hefur á verðbréfamarkaði hérlendis. Sigurjón Þ. Árnason var hér í hádegisviðtali í síðustu viku og hann talaði það að það var eitt helsta hlutverk Seðlabanka á Vesturlöndum að sjá til að þessi helsta svona vél kapitalsins, hún gengi vel smurð sem er hlutabréfamarkaðurinn. Og mér fannst að vera náttúrulega að hrópa á það, hvað er Seðlabankinn, af hverju situr hann hjá, af hverju gerir hann ekkert? Horfir hann bara á markaðinn falla og hríð falla? Hvað er Seðlabankinn? Af hverju gefur hann ekki með að gerir?
með aðgerðir til að lyfta upp hlutabréfum. Já, eða svona til þess að kannski að koma í veg fyrir og draga úr þessum óróa. Já, það er óróa allan heim. Við erfitt við þann óróa að etja. Hann er sérstaklega áberandi hjá okkur núna. Já, menn hrópa á vaxtalækkun. Menn hrópa á vaxtalækkun. Við höfum, sjálfsögðu horfum við á þessu mál. Við höfum áhyggjur af til dæmis þessu miklu verðfalli sem eru orðið á hlutabréfum. Það er engin vafi að það veldur ýmsum erfiðleikum áreiðanlega. En við höfum ákveðið, eða við höfum ekki ákveðið að breyta fyrirætlunum sem við höfum lýst. Næsti vaxtaákvörðunardagur er 14. febrúar, samkvæmt dagatali sem við höfum gefið út. Og við höfum ekki ákveðið að breyta út frá því. Við getum gert það. Allar dyr opnar hjá okkur með að breyta svona áætlun, en áætlunin er þessi. Næst tökum við ákvörðunum vexti 14. febrúar, þar næst 10. apríl og þá gefum við út nýja verðbólguspá og þjóðhagsspá. Þannig að þið munu standa við það, þið bíðið 1 mánuð enn? Ég reikna með því. Við höfum ekki ákveðið að breyta út frá því. Og 10. apríl gefum við út nýja spá og þá væntanlega teiknum við upp nýjan feril, eins og við sjáum vaxtaferil, þann sem best hæfir því markmiði sem við erum að vinna að. Síðast gerðum við þetta 1. nóvember síðastliðinn og þá bentu okkar áætlanir til þess að við gætum byrjað að lækka vexti undir lok þessa árs. Þær horfur standa ennþá. Ja. Og ég tek eftir því að fjármálaráðuneytið sem var að gefa út þjóðhagsspá í gær, það er efnahagsskrifstofa fjármálaráðuneytis, þeir taka undir þessar væntingar. Þeir búast ekki við að vextir hér takja að lækka fyrir undir lok þessa árs. Þannig að það er ekki allir sem er að kalla á skyndilega vaxtalækkun og það eru þetta getur verið kostur og gallar við vaxtalækkun hér. Þú kannski segir okkur ekki fyrirfram hvað þið munu gera en er líklegt að það verði eitthvað svona merki sýnd í hvaða átt þið munu fara? Ja. Ég get ekki sagt hvað við munu gera við höfum ekki tekið Mönnu fyrst menn hafa beðið aðeins lengi eftir því að Seðlabankinn færi að sýna eitthvað merki það að hann færi nú að snúa við. Nei, atvinnulífið hrópar á vaxtalækkun. Nei, það er rámt. Við 3 ári erum við með útgáfu á verðbólguspá og þar greinum við málinu eins vel og við getum og það er alls ekki hægt að halda því fram að það sé erfitt að sjá hvað Seðlabankinn meinar. Við erum búin að gefa út dagatal hvenær við ætlum að taka ákvarðanir og búin að lýsa því hvernig við sjáum fyrir okkur að vaxtaferillinn geti þróast. Við sjáum í blöðum síðast í morgun fyrirsagnir eins og menn óttast harða lendingu fall krónunnar. Er þetta eitthvað sem það er hræðsli í fólki, uggur í mörgum? Já, það er ekkert skrítið þessi uggur í mörgum því að hræringarnir eru það stórkostlegar, vil ég segja, bæði hér og erlendis. Krónan hefur nú verið tiltölulega sterk, tiltölulega hátt gengið á henni og við höfum bent á það að það sé við því að búast að það lækki og það hefur gert það núna þessa daga framan að þessu ári. Orðatiltækið segir falleg harar heill, kannski má nota það, en að öllu gamli sleppti og þá held ég að krónan gengisvísitalan sem við notum til að mæla styrk krónur sé núna á svipuðu róli og var í upphafi síðasta árs. Þannig að fallið er allavega ekki orðið meir en svo. Nei. En harða lendingu, ég veit ekki hvernig þú skilgreinir hana, auðvitað væri það verulega slæmt ef að hér yrðu meiri hatta gjaldþrot og útbreitt atvinnuleysi. Það er sannarlega ástæða til að vaka yfir því, en ég sé ekki ástæða til að óttast að þetta sé framöndan. Eiríkur Guðnason, Seðlabankastjóri, þakka þér kærlega fyrir komuna. Hádegisviðtalinu er lokið. Verið sæl.